Talandi að fá fólk með sér, styðurðu kennaraverkfallið? Við viljum fá mælitæki og mæleiningar sem virka markvisst, dag frá degi. Þannig að þegar að barnið þitt, þegar það byrjar í skóla, að þú getur reglulega séð árangurinn hjá því í ólíkum greinum. Þú berð ábyrgð á því að þetta sé svona komið. Af hverju, tökum bara árangursmælingarnar, af hverju hefur þú leyft í að árangursmælingar séu bara teknar út fyrir sviga? Já, við eigum að fara að krefja hvert annað aðeins meiri árangursmælingar, gagnamælingar og annað slíkt, en það er ekki nóg bara að gera það, við verðum líka að sýna þessum störfum meiri virðingu. Þú ert ekki sammála mér, ok, tökum bara skóla á aðgreiningar. Við erum að gera okkur grein fyrir því að það var della. Mér finnst pólitíkin stundum vera að tala að rífa þetta upp úr þessum samvinnugýr, rífa þetta upp úr þessum gýr þar sem við höfum verið að vinna stóra breytingar sem eru að komast til framkvæmda og ætla að fara í patentlausnir og ég er hræddur við það. Þú ert úr sveit. Hvað finnst þér almennt kulnun? Við gefum okkur minni tíma til þess að setjast niður með börnunum okkar. Kennararnir tala að það sé minna að foreldrarnir sé aðstoða börnin við að lesa heima. Svona fyrirfram er ég þeirra skoðunar að skynsamlegt sé að takmarka verulega símanotkun í skólunum. Já, Ásmundur, hvað segirðu? Ég segi bara gott. Það ekki? Takk fyrir að bjóða mér til þín. Já, bara lítið mál. Takk fyrir að koma. Ég hef náttúrulega sagst alltaf að fá þig í svolítið tíma. Því að ég er búinn að vera að taka aðeins á þér í sambandi við menntamálin. Ok. Og er búinn að vera að fjalla þau. Og mér langar svolítið að ræða þau. En byrjum aðeins, hittum okkur aðeins upp með breiðastrókunum í pólitíkinni. Hvernig finnst þér þetta að standa? Spenntur fyrir þessu? Sko bara, ef þú vilt fá bara hreinskilna svarið og þá hefði ég kosið að þessi stjórn starfaði eilítið lengur. Þannig að liggur alveg ljóst fyrir og með við yfirlýsingar sérstaklega samstarfsflokka okkar að þá var nú svona stjórnarsamstarfið, það var ekki mikið orðið eftir af þessu sambandi, en mér finnst skipta miklu máli hvernig þú skilur við og segja bara fyrir málaflokkana sem ég er með og get talað út fyrir þá, að þá vorum við með alveg ótrúlega mikið af málum þar sem að hefði verið ofboðslega mikilvægt að ná að klára áður en að koma þessum skilum. Við erum að fara að tala um menntamálin hérna, við getum rætt úrræði í málefnum barna þar sem að við höfum verið að vinna að grundvallar breytingu þar sem átt að rammast inn í frumvarpi núna sem átt að koma núna í nóvember hvað það snertir. Heildarbreytingu þegar kemur að íþróttum þar sem átt að koma þingsályktun og ný íþróttalög sem hefur ekki verið breytt bara síðan löngu áður en að voru lögð drög á okkur ný lög umgjörði kringu frístundastarf barna sem búið að vinna allt kjörtímabilið, allt miðaðist við að ljúka því núna þessu haustþingi. 2 af menntamálunum eru komin inn í þingið, þannig að mér leið svolítið eins og þetta fyrst var ég óbúslega reiður yfir því að stjórnin skyldi springa ekki vegna þess að ég vissi ekki var búin. Einfallega vegna þess að ég vildi koma málunum áfram og það hefði verið miklu heppilegra að klára fjárlög, fjárlagatengd mál, klára þau frumvörp sem að lágu fyrir þinginu. 2 af þessu málum mínum eru komin inn til þings og skipta miklu máli og rjúfa svo þing hér kannski við áramótin eða upp úr því. Myndir að segja að Bjarni sé óstjórntækur leiðtogi Sjálfstæðisflokksins? Já, mér leið svolítið eins og mér leið, og sjálfsögðu tökum að sæti í starfsstjórn og annað slíkt, en mér leið svolítið eins og þetta væri hjónaband sem væri búið, það vissuð allir í fjölskyldunni, það var talað um það í veislum, það gerðu sér allir grein fyrir því, en það bjóst engin við því að við myndum skilja í mars og flytja börnin í annan skóla þá. Þetta var ekki heppilegasti tímapunkturinn til þess að gera það og þess vegna hef ég sagt að það hefur verið meiri ábyrgð fólgin í því að ljúka málunum með skynsamlegum hætti og ganga svo til kosninga. Það hefði ekki skipt öllu í 7 ára samstarfi hvort að flokkarnir hefðu starfað 2-3 mánuðum lengur af því að margt af málunum, sérstaklega þessum stærri kerfisbreytingum, þau miðast að því og þau taka tíma og það verður að byggja þau upp á kjörtímabilinu. Þannig að en á móti kemur er það ábyrgð okkar að taka sæti í starfsstjórn. Ég sé það mjög sterkt bara síðustu sólarhringa í þessum skelfilega atburði sem að kom upp á Stuðlum þar sem barn lést, að það skiptir máli að vera með ráðherra í málaflokkunum sem þekkja málaflokkana jafnvel þó þessi starfsstjórn. Þannig að þar er ábyrgðin líka. Þannig að já, ég hefði viljað sjá stjórnin að starfa aðeins áfram lengur en ekki vegna þess að ég sjái það ekki eins og aðrir að hún hafi verið komin svona
ansi nálægt marklínunni. Já, ég meina líka sko, afsakið ef þið heyrið aðeins í borhljóðum, það er reyna að vera að bora sem ég hef aldrei lent í áður, en ég vona að ég geti bara tekið það út. Hérna, sko, já, ok, en ég meina Svandís var samt búin að segja að hún ætlaði bara að stjórna þessu með sín 2,3% og að allt yrði á félagslegum grunni sem að þýtti bara það að hún myndi stoppa allt sem að Sjálfstæðisflokkurinn myndi leggja fram nema að hún myndi fá að stjórna. Ég meina, það er náttúrulega ekki hægt að vera, það er ekki hægt að vera inn í, þú getur ekki sagt að við ætlum að búa fram saman að meðan þú ert að kasta í með pottunum og pönnunum að meðan ég er að reyna að elda, sko. Nei, það er hins vegar ábyrgðar hluti að sitja í ríkisstjórn og það er ábyrgðar hluti að halda á málaflokkurinn sem við höldum á og 2-3 mánuðir til eða frá til þess að ljúka málum og við erum hérna að koma til þess að ræða málin sem er í mínu ráðuneyti og ég get farið yfir þá eftir akkur var mikilvægt að klára þau það er hvernig hlutirnir eru gerður á hvaða tímapunkti líka varðandi fjárlagafrumvarp og loka fjárlagafrumvarp og gera það ákveðni skynsemi að þá eru það hlutirnir sem að hefði verið skynsamlega á mínu viti að bíða með þar til að við hefðum komist aðeins lengra inn í þetta en svona er staðan og með þessa stöðu vinnum við úr og hvað varðar menntamálin þá erum við að byrja og önnur mál þá erum við að byrja að vinna úr þeim við til að myndi í úrræðum í málefnum barna sem við vorum komin langt á veg við ætlum okkur að reyna að koma þeim þannig í höfn að það komist ekki frekari tafir á það þrátt fyrir stjórnarslit og ríkisstjórnarmyndun af því að þar eru ákveðnir þættir sem krefjast þess bara við keyrum áfram og það krefst þess að þessi keyrt áfram ákveðin pólitík og svona ákveðin pólitískri festu þannig að við bara vinnum með þessa stöðu en mér hefði þótt að skynsamlegra ef við hefðum beðið í þó ekki væri nema bara fram á áramótum eða fram í janúar, febrúar. Hættum nú þessu fyrirsjáanlega hjali. Hérna, sko, ég er búin að vera svolítið pirrar út í þig fyrir það að, sko, mér finnst menntamálin vera komin í algjöra ógöngur og ég hef lýst því yfir að ef að þau verði ekki búin að batna þegar að minn strákur fyrir grunnskóla þá verð ég farin hérna. Og ég horfa á þetta þannig að við erum með verkefni í Vestmannaeyjum sem heitir Kveikjum neistan, þar sem Hermundur Sigmundsson er búin að smíða og fleiri náttúrulega smíða tæki til þess að betrumbæta stöðuna. Þau hafa sýnt fram á mikinn árangur, hvar sem það hafa drepað niður fæti. Jón Pétur Símsen hefur reynd að keyra þetta í gegn líka, hann hefur reynd að keyra í gegn ákveðna breytingar, að varða það hvernig við höfum okkar menntamálum og ekkert breytist. Ég tel að þú ert sérspunar og meðvirkur gagnvart menntavísindasviði og öðrum sem að koma að þessum málaflokki og þar af leiðandi erum við komin í þær ógöngur sem við sjáum þar sem við erum með PISA-kannanir. Ég hef búin að lesa núna menntastefnu frá aftur til 1994 og í hver einustu skýrslu snýst allt árangursmælingar stefnu til þess að hérna búa til eitthvað þannig að við getum nota árangursmælingar til þess að taka betri stefnu. Alltaf frá 94, frá 2000, upp 2001 held ég að hafa komið önnur. Eitthvað gerðist 2012 til 2018 og sérstaklega frá 2018 þar sem þetta allt fór að leiða til verri vegar og árangur er enginn svona nefndir í einni skýrslu nema undanskilin einni skýrslu sem ég fann reyndar sem var skrifið ára 2020 og ég bara, já ok, það er kannski einhver góð teikn. Það er OECD skýrsla sem var tróðið niður í skúffu út af því að hún var ekki nógu góð. Önnur skýrsla skrifuð og hún var notað til þess að móta stefna sem er ekki að tala árangur, það er ekki að tala neina af þessum málefnum sem hafa þurft til þess að búa til einhvern árangur fyrir nemendur. Við erum að sjá ólæsi alveg á gölnum forsendum. Já, það er alveg að fara rauk fyrir því að símar sem náttúrulega ætti að taka úr skólunum séu einhver forsendu fyrir því, foreldrar þurfa að standa sig betur út af þeir eru líka mikið í símanum. En þú berð ábyrgð á því að þetta sé svona komið. Af hverju, tökum bara árangursmælingarnar, af hverju hefur þú leyft í að árangursmælingar séu bara teknar út fyrir sviga undir þeim formerkjum að við séum einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað jafnara samfélag hérna? Þetta var nú ansi hérna hressandi og gildisraðin og já, inngangur. Ég ætla alveg að reynskilja við þið, sko. Ég er alveg mjög bæjast í þessu. En ég er líka orðin svolítið, sko, já en ég skal taka þetta. Það er þannig að við gerum okkur grein fyrir því að það þarf grundvallar breytingar á íslensku menntakerfi. Það gerir sér allir grein fyrir því. Það er líka þannig að þegar við erum að tala mælingar á menntakerfinu að þá eru mælingar sem framkvæmdar eru núna, þær eru ekki að mæla árangur síðustu 30 ára. Mælingar sem eru framkvæmdar núna eru að mæla árangur síðustu 10-15 ára vegna þess að þetta eru seigfljótandi breytingar þegar þú ert að keyra breytingar á menntakerfinu. Ég er algjörlega sammálaður að það þarf miklar breytingar. Þess vegna var ákveðið að ráðast í menntastefnu
sem að gert var af Lilju Alfreðsdóttur sem að miðaði að því að ráðast í grundvallarbreytingar á lengri tíma. Breytingar sem að miðuðu bæða því að jafna stöðu og jöfnuð sem að þú varst að segja að við ættum ekki að gera með menntakerfinu sem ég er algjörlega ósammálaður vegna þess að menntakerfið er mesta jöfnunartæki sem við getum hugsað okkur. Í þeirri menntastefnu og aðgerðaráætlun hennar sem við erum að vinna eftir núna og eru meðal annars frumvörpin sem liggja fyrir þinginu tengjast beint inn á það. Þar eru við að tala að ráðast í fyrsta lagi var talað að við ætlum að setja upp heildstæða skólaþjónustu og þjónustu við skóla vegna þess að staðreyndin er sú að ríkisvaldið hefur sinnt grunnskólastiginu alveg ótrúlega lítið síðustu áratugi eða eiginlega alveg síðan að grunnskólinn fluttist til sveitarfélag á sínum tíma. Grunnskólinn hefur þróast í margar áttir, það hefur ótrúlega dreifstýring og við höfum ekkert gert nánast til þess að aðstoða skólana með, ekki nóg gert til þess að aðstoða skólana með tækjum og tólum og þjónustu við breytingar. Þessu var ákveðið að breyta með þessari menntastefnu þar sem við ætlum að setja upp heildstæða skólaþjónustu og þjónustu miðaða stofnun sem aðstoðaði skólana við breytingar og ég ætla að taka dæmi sem tengist nákvæmlega meðal annars Vestmannaeyjum hér á eftir vegna þess og að þú varst að tala um skýrslur, ég held að séu 10 skýrslur eða eitthvað sem að hafa komið fram þar sem við tala það er engin miðlægur aðili sem að aðstoða skólana við breytingar, við breytingastjórnum með tæki og tól. Menntamálastofnun sem hún var stjórnsýslu og eftirlitsstofnun. Þess vegna var grunnurinn að því að hefja breytingarnar á skólakerfinu sá að gera hana þjónustustofnun sem myndi þjónusta öll skólastig. Og þegar við segjum þjónustu þá hljómar þetta svo rosa bjúrókratískt og þetta sé bara svona eitthvað fróð á annað. En tökum dæmi. Þetta verkefni svo nefndir í Vestmannaeyjum áðan. Og við getum tekið fleiri verkefni í hringinn í kringum landi sem að reynast vel, spretta upp á ákveðnum stöðum og hvernig eigum við síðan í framhaldinu að skala þau upp eða aðstoða aðra við að gera það. Það gerir ekki ráðherrann sjálfur. Ráðherrann fer ekki til Vestmannaeyja og segir, heyrðu, þetta að virka frábærlega hérna, nú ætla ég að fara sjálfur inn í skólana. Það þarf að vera einhver eining sem að gerir það, sem fer inn í skólana, aðstoðar skólana við breytingastjórnun, við starfsþróun, með tæki og tólum og þessi nýja miðstöð hefur það lagalega hlutverk og við ætluðum að ramma það inn núna í löggjöf sem átt að koma á haustþinginu sem átt að ramma betur inn hlutverk þessarar miðstöðar þegar kemur að þessu hlutverki sínu. Þannig að grundvallar breytingarna sem við erum að vinna og meðal annars vegna þess varð ég svona pirraður þegar stjórnin féll vegna þess að mér finnst við þurfa að koma þeim í hús. Það sama á við ef við ákveðum að innleiða ákveðin verkefni í skólakerfinu sem ákveðið er kannski í sameiningu eitthvað aðila og hvort sem það er eitthvað gagnrýnd úrræði eða hvernig þú ætlar að þjónusta börn með erlendan tungumál og menningarbakgrunn, þá þarf einhver að sjá um það. Og þessi stofnun hefur þetta hlutverk. Og hún er þegar byrjuð og við erum þegar og við höfum verið í samtali við Vestmannaeyjabæ og við fleiri sveitarfélög að stíga og við erum nú samstarfsaðilar í þessu verkefni Kveikjum neistan í Vestmannaeyjum hvernig þessi stofnun á að fá það hlutverk að skala upp þessi verkefni. Af því að hún þarf að vera þessi miðlæga þjónustustofnun og ég er algjörlega ósammálaður að það er ekki að vinnast með kennarasambandinu, sambandi sveitarfélag og háskólanum vegna þess að ef eitthvað þá þarf meira samtal þarna á milli vegna þess að mín reynsla er svo að það sé ofboðslega auðvelt að verða einangraður í málum og ráðuneytið má ekki verða einangrað, menntavísindasvið má ekki verða einangrað, sveitarfélögin og kennarasambandi ekki heldur. Þannig að allir aðilar þurfa að vinna að þessu þessari stofnun. Síðan er grundvallar atriði sem að tengist þessari stofnun líka sem að eru 2 frumvörp núna ég nefndi áðan sérstakt frumvarp skólaþjónustu og inngildingu sem á að ramma inn þetta hlutverk stofnunarinnar. Síðan eru 2 önnur frumvörp sem eru komin inn í þingið alveg grundvallarmál. Í fyrsta lagi er það nýtt samrænt námsmat sem að meiningin er að hefja innleiðingu á og það hefur nú aldeilis verið fleygt og ég hef nú ekki kannski hlustað á þennan þátt hjá þér en því hefur verið fleygt að ég sé mótfallin því að nota tölfræði og árangurstengingar í námi. Það er algjörlega af og frá. Það er samt innan þessara mengis, þá veistu alveg að það er ákveðin tregða við það og það er gagnrýnt. Það er ekki að tala um þig, ég er að tala um menntavísindasvið við aðrir. Það sem að ég hef fundið fyrir er að menn vilja fá mælitæki sem þeir geta nýtt dag frá degi í skólastarfi.
samræmd próf í þeirri gömlu mynd sem þau voru á sínum tíma, þau voru hætt að nýtast framhaldsskólanum til þess að innrita í framhaldsskóla. Það langt síðan það var tekið úr sambandi, sko. Það var bara það leiti sem ég var að ljúka grunnskóla sem það var tekið úr sambandi. Nei, það er ekki alveg svo langt. Þetta klikkaði starfræði mín. Nei, það er langt síðan að það var tekið úr sambandi, 2008-2009, hérna í efnahagshruninu, bara þegar börnin mín voru að fæðast. Þau voru ekki nýtt til innritunar í framhaldsskóla. Kennararnir sögðu þetta er ekki að nýtast dag frá degi í skólastarfi. Við viljum fá mælitæki og mæleiningar sem virka markvisst dag frá degi. Þannig að þegar að barnið þitt, þegar það byrjar í skóla, að þú getur reglulega séð árangurinn hjá því í ólíkum greinum. Við erum þegar búin að stíga fyrstu skrefin í þessu í les-5-prófum. Dóttir mín var nú bara að segja mér í gær, hún hefði verið í les-5-prófi og við getum séð niðurstöðunar úr því, bara leið. Það er í þróun núna les-skilningspróf og svo stærðfræðipróf sem hefur verið tilbúið næsta haust. Það tekur tíma vegna þess að við viljum vinna þetta með skólunum. Við viljum að prófin nýtist skólunum dag frá degi sem mælitæki, en ekki þannig að það sé bara punktstöðu mæling og þannig sé nemandinn metinn einu sinni hvernig hans staða er. Eins og við myndum taka bara punktstöðu og segja, heyrðu, þetta podcast hérna, það á að meta þig aldur og ævi getu þína til þess að stýra fjölmiðlum eða spjallþáttum. Það væri einstaklega vitlaust. Það væri miklu betra að taka þig við lengri tíma. Þetta er grundvallaratriði. Þetta er það sem ég hef fundið hjá kennarafórustunni að þau vilja halda í. Og þess vegna hef ég ekki vikið frá þeim í því að við verðum að þróa þetta með kennarafórustunni. Síðan viljum við hafa mælingu á menntakerfinu í heild sinni. Við viljum að stjórnmálamenn, við viljum að fræðslustjórar, sveitarfélög, sveitarstjórnir, landið hafi getu til þess að mæla kerfið, sem sagt, geti mælt gæði menntakerfisins vegna þess að PISA-prófin og séð eftir landsvæðum og öðru slíku. Vegna þess að PISA-prófin eru ekki hönnuð til þess að mæla einstaka skóla eða landsvæði. Þau eru hönnuð til þess að mæla land í heild sinni. Og það er hinn ánginn af þessu nýja mælikerfi sem er frumvarpum í þinginu. Það er að geta mælt árangurinn hjá einstaka bara sveitarfélögum með öðrum. Viltu að ég fara að stoppa svo ekki spurt? Má ég halda þess áfram? Já, Örlítið viðbót. Og þar eru við líka. Það geggja að hafa smynd í henni. Ég hef aldrei, ég skil okkur út háður. Ofboðslegur smyndfíkil og ég er ekki, þeir sponsa mig ekki, bara svo ég segja það. Áslaug Arnaldur er alltaf að grína mér á ríkisstjórnarfundi fyrir að ég sé alltaf með smynd. En síðan er einn angi inn í þessu mælikerfi, er ofboðslega mikilvægt. Það er að við erum að setja miðlagan nemendagagnagrunn sem miðstöð menntunar og skólaþjónustu mun halda utanum. Hann er nánast tilbúinn og við gerum ráð fyrir því í næsta mánuði geta farið að prófa hann í 2-3 sveitarfélögum. Þar sem við munum hafa upplýsingar alla nemendur, þar sem við munum síðan geta sett námsárangurinn inn í gagnagrunn til þess að geta nýtt hann með gagnreyndum hætti. Þannig að við erum að stíga skref hér, byltingakent skref í breytingum hvað þetta snertir og þetta frumvarp liggur núna inn í þinginu. Ég hef lagt það til að við fáum að klára þetta frumvarp vegna þess að það skiptir máli, vegna þess að það má ekki seinka tímalínunni. Það sama á við frumvarpu námsgögn sem að bókaútgefendur lýsa sem stærstu breytingum á námsgagnaútgáfu í 100 ár. Já, vilja allir fá niðurgreitt fyrir sína vinnu. Ekki eingöngu það, við erum bæði að gera breytingar á umgjörðinni og á umgjörðinni. Okay. Þú veist bara hvernig við hugsum það er að teikna inn í það námsgagnagrunn sem á síðan að virka með þessum nemendagagnagrunni. Þannig að breytingarna sem við erum að stíga núna eru þess eðlis og þær byggja á samstarf og samvinnu. Þannig að svo ég segi það aftur, það er einstaklega óskynsamlegt að vinna ekki með aðilum að settu marki en leggja aðilar mismikla áherslu á ákveðna hluti, já klárlega. Það bara liggur ljóst fyrir. Já, við vitum þetta, en ég meina... Þetta var nú svona eldraðan á móti. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég er mjög spenntur. En ég meina, sko, ég meina, Vesturbæri sér þið örugglega ánægðir með frumvarp sem myndir niðurgreiða rjómaði, sko. Við vitum alveg að námsgögna, þeir sem eru að búa til námsgögna er að sjálfsögðu vilja henni fá niðurgreiða. En ok. Nei, við höfum sko, bara svo ég segja það, að því við erum að tala breytingar í menntakerfinu, það hvernig við, sko, á næsta ári er gert ráð fyrir því að tvöfaldar námsgagnaútgáfu í gegnum þróunarsjóð námsgagna og námsgagnasjóð. Við höfum verið eftirbátar annarra þjóða þegar kemur að því hvað við gefum út af námsgögnum, hvað fjármagn við setjum í námsgögn,
og það er erfitt að ætlast til þess að menntakerfi skili niðurstöðum ef það hefur ekki námsgögn og námstækni. Okay. Og Ég kann ekki nógu góð skil á námsgögnum. Það finnur maður þegar maður tala við kennarana, þau segja, við þráum að fá meiri námsgögn og námsefni. Já. Þannig að það er bara svo að segja bifvélavirki að gera við bíla þess að gefa honum skiptilykil. Það er mjög margt í þessu. Og þú getur slegið því með fyrirsögn. Ég get slegið því með fyrirsögn. Mér varst að rjóma þess að koma til mitt sem skemmtilega. Nei, ég er að tjókið. Hérna, sko, þú talar jöfnu. Ég er alveg sammálaður að þetta jöfnunartæki og það er mjög mikilvægt og ég til dæmis er með mikla, sko, ég er með efasemdir til dæmis eins og það sem að viðskiptaráð er að bera fram það að hérna einkareknir skólar séu kannski svarið við núverandi stöðu. Ég held að það sé ekki út af því að það myndi náttúrulega bestu kennarinn veljast á það staði þar sem að ríkasta fólkið er óhjákvæmilega, jafnvel þóttu myndi taka tilvísuna kerfið eitthvað þannig að það bara er það þróunin eins og við sjáum í Bandaríkjunum. Ég held aftur á móti að ef að hérna spretta upp mikið af einkareknum skólum að það skrifast á þá stefnu sem við höfum verið að móta undanfarin ár. Ástæðan fyrir því ég segi það út af því að til dæmis núna var Hermundur Sigmundsson og hans stofnun innan HÍ lögði niður og hans 20% staða núna nýlega og ég hugsa með mér bara hvert er stefnun okkar ef að okkar fremsti fræðamaður, ég vil meina að hann sé fremsti fræðamaður nút af því að hann hefur sýnt fram besta árangurinn nákvæmlega hérna og sko ég veit alveg sko að og ég þú veist með Jón Pétur Símsen líka þú veist þetta er ekkert vinsælustu mennunir í klefanum en þeir eru að skora flestu merkin þannig mér finnst svolítið eins og við séum að velja inn í landsliðið undir þeim formerkjum hver er skemmtilegastur í klefanum og þegar við erum með svona hugmyndir þá held ég að við séum alltaf að leið til glötunar og þú talar jöfnuð, já ég er alveg sammálaður það að við eigum að reyna að móta einhvers konar tækifæri fyrir krakka að móta sig að jöfnum tækifærum en jöfnuður leiðir okkur bara til glötunar út af því að þá erum við með okkur við lægsta samnefnara sem við erum að gera í dag. Núna eru fleiri grunnskólakennarar á hvert barn heldur en öllum Norðurlöndunum. Við erum með dýrasta kerfið og næstlélegasta árangurinn. Þetta er bara staðan. Við getum alveg verið að tala og sko það sem mér finnst svolítið mikilvægt að nefna hérna. Sko ég veit að þú ert úr sveit. Þið stofnuðu ekki spretthóp til að takast á erfiðar ákvarðanir. Það var tekið erfiðar ákvarðanir og svo var haldið áfram höfuðkennum skaflinn og haldið áfram. Svo var haldið áfram að vinna. Þetta er ekki fyrirkomulagið hérna. Það er ekki nógu hvetjandi og ég held að þetta sé út af því að ég talaði með Hermundun og Níla sem ég sagði með þetta, sko ég held að þetta sé kerfisvandi, ég held að þetta sé bara sama eins og er að gerast á Landspítalanum, það sem læknar eru ekki vandinn, hjúkrunarfræðingar eru ekki vandinn, það kerfi sem þeir þurfa að skapa sér í kringum þá umgjörð sem þeim er mótuð er vandinn. Það þarf að fá, ég er ekki svo barnalegur að telja það að við getum sleppt í einhvern veginn að fá kennar með okkur í lið. Ég veit alveg að kennar þurfa að vera í liðinu. En við þurfum aftur að móta einhvers konar umgjörð þar sem árangur er umbunnaður. Það er engin hvati fyrir til dæmis opinbera starfsmenn í dag að mæti vinnuna. Það er engin hvati til þess að fara ekki kulnunafrí. Það er bara þannig og það er vandi og það sem Einar Þorsteinsson var að nefna núna daginn, það vissu allir, þetta er nákvæmlega sem allir eru að hugsa, þetta er það sem að kennarar hafa verið að segja við mig það að þessi engin hvati til þess að móta sig að betri árangri út af því að þeir eru opinberir starfsmenn. Þeir eru með óléleg laun. Ég hvet kennara áfram í því að berjast fyrir betri launum. En það þýðir ekki að einhverjir millistjórnendur og kerfisfræðingar og sjálfbærnifulltrúar og lofslags kvíðafulltrúar eða hvað sem þetta nú er, þeir eiga ekki að vera á svona góðum launum. Þeir sem manstu þetta orðinu framlínustarfsmenn sem við vorum rosalega hrifin af hérna fyrir ekki svo lengu. Þetta var orð sem við notuðum með fólk sem við þurftum nauðsynlega að halda til þess að halda upp í samfélaginu. En svo allt í einu fóru aftur yfir það að millistjórnendur séu helsta forsenda fyrir því og þau fá sækja sér einhver MPA-gráðu og fá 33% hærri laun fyrir að sleppa þeim að vinna grunnvinnuna. Þetta er vandinn. Vandinn er það kerfi sem við erum búin að móta. Við getum ekkert verið einhverjir hryggleysingjar í því að standa upp gegn þessu millistjórnenda þvaðri þegar við erum að reyna að móta menntakerfi að betri árangri. Og ég er að segja þér að ef að þessu verður ekki breytt að þá munu spretta upp einhverjum skólar og það mun skrifast á þessa stefnu þar sem einhverjir eins og segja við erum á leiði til glötuna með að hafa einhver jöfnuðar áform vissulega jöfnum tækifærum ekki að jöfnuð þar sem við erum að lægsta samnefnara skólan aðgreiningar, algjör della ég hef unnið með fötluðum í 15 ár og ég hugsaði mér með mér, þetta er bara hræðileg hugmynd. Ég veit alveg að það er falleg hugsjón að hugsa til þess að allir fatlaðir ættu að hafa bílpróf. En það bara virkar ekki út af því að það er ekki allir með tök á því að stýra bifrið. Þannig að þeir þurfa að hafa sér úrræði fyrir sig. En nákvæmlega þetta með skólan aðgreiningar. Þetta var algjör della, það vitaði allir. Ég var að lesa núna
skýrslu frá 2020 þar sem var sagt að allir í einhverju inngildingarstefnu ættu allir krakkar að hafa tök á því að fá sér úrræði í tungumálakennslu fyrir sitt tungumál allstaðar á landinu. Hvernig ætlum við að hafa tök? Við höfum ekki aðfengi það að það séu tungumála sérfræðingar í öllum tungumálum allstaðar á landinu. Og við erum bara með þauðmálinn einhverstaðar reynstingu í raskatinu með einhver svona bull áform og það mun alltaf bara leiða til glötunar. Og spurningin bara bregðast við þessu. Þetta var nú svo margt sem þú ert ekki sammála minni, ok, tökum bara skóla á aðgreiningar. Við erum múin að gera okkur grein fyrir því að það var della. Sko, það þetta að fara víða inn í þessa orðræðu þína, sko. Ég ætla að byrja á starfsfólkinu sem vinnur í skólanum og vinnur með börnum. Vegna þess að ég algjörlega sammálegur í því að það þarf að gera betur við það fólk. Við sjáum það. Það líka móti einhverja reisn í kerfið. Og ég algjörlega sammálaður og ég finn það ekki hjá kennurum sem að ég hitt og fer á kaffistofur að kennarar séu mótfallnir því að sína árangur í starfi. En ég velti líka fyrir mér, hvernig ætlar þú að mæla þann árangur nákvæmlega? Hvernig ætlar þú að mæla árangurinn frá nemenda sem að kannski börnin mín og þín sem að höfum áhuga á menntakerfinu, erum bara með gott bakland, góða fjárhagslega stöðu og síðan ætlar að mæla nemendan sem að sonur einstæðu pólsku móðurinnar sem vinnur mikið og hann lesblindur og með skerðingar og annað, skilurðu. Þú veist, hvernig ætlar að mæla árangur þessara tveggja nema með sama hætti? Það eru gleraugun sem við megum ekki gera og þess vegna mikilvægt að menntunin hún miðar að því að valdefla hvern og einn einstakling og veita hverjum og einum einstaklingi tækifæri til þess að þroska og móta sína getu. Þar hefur okkur tekist ágætlega upp til að mynda í framhaldsskólakerfinu að því að við höfum verið að opna framhaldsskólakerfi, það að koma ólíkar brautir, við höfum verið að ýta meira undir það að nemendur fari í verk og starfsnám sem að hafa eiginleika og getu þar og hæfileika, þannig að skólakerfið á líka miða þessu. Og árangur í skólakerfinu miðast að því að hver og einn nýti sína styrkleika, byggi on á þá og rækti þá og þroski þá átt sem að hann getur sér og sínum fyrir framtíðinni. Þannig að við mögum við verðum líka að gæta þess að þegar við förum að tala um að þetta allt inn í sama boxið, að þá getur við líka mist árangur í þarna niður. Við sjáum það hefur aldrei verið fleiri sem hafa innritast í framhaldsskóla. Aldrei fleiri sem útskrifast úr framhaldsskóla. Og að því úr að tala um einkarekið skólakerfi. Við erum með einkarekna framhaldsskóla á Íslandi. Verslunarskólinn, tækniskólinn, það eru fleiri skólar út á landi. Þegar við innritum síðan í skólana, af því að það mikið búið að tala um einkunnir og innritun í skóla og annað slíkt. Þegar við innritum síðan í framhaldsskólana síðasta haust, hvað gerist? Þegar innritun lokið, þá eru nokkrir tugir nemenda sem engin skóli vill. Eru það nemendurnir sem að koma úr fínu hverfunum, sem eru með besta bakgrunnin og bestu skilur allt þetta? Nei, það eru nemendurnir sem eru með erlendan bakgrunn, það eru nemendur sem eru með einhvers konar skerðingar, það eru nemendurnir sem að kannski væri mikilvægast fyrir samfélagi fjárhagslega að við næðum að koma á þann stað að þeir næðu að sjá að við næðum að efla þá í gegnum menntakerfið. Ég hefði áhyggjur af því að þú stígir það skref að þú myndir missa þennan árangur niður. Þegar að kemur síðan að launu starfsfólk og vandinn að búa til þessa árangursmælikvarða og tækin og tólin þannig að kennarinn sjái að hann sé að mæla árangur. Ég algjörlega sammálaður með það og ég heldur sem að nálgast einhver svona ég algjörlega sammálaður með reisn þeirra sem að vinna og eru kennarar en líka bara þeirra sem vinna með málefnum barna, bara almennt. Barnaverndarstarfsfólk. Ég ávarpaði 150 barnaverndarstarfsmenn fyrir 2 vikum síðan. Ofboðslega erfið störf við erfiðar aðstæður og við erum kannski komin á þann stað í Íslands samfélag, við erum komin á okkur svona tímamót finnst mér, þar sem að já, við eigum að fara að krefja hvert annað aðeins meiri árangursmælingar, gagnamælingar og annað slíkt, en það ekki nóg bara að gera það, við verðum líka að sýna þessum störfum meiri virðingu. Og það gerist bæði með því að gera það svona í orðræðu, hvernig við tölum þessi störf, en það gerist líka með fjárhagslegum hætti.
vegna þess að við erum kannski bara komin á þann stað að við þurfum sem samfélag að velta því fyrir okkur. Það er búið að vera mikið, við erum búin að hugsa þetta mikið núna síðustu 1-2 ár. Ég fundaði með stéttarfélögunum hérna fyrir síðustu kjarasamninga og baði þau að leggja áherslu á málefni barna í kjarasamningunum og eitthvað skilaði sér nú inn, skólamáltíðir og fleiri þeim dúr vegna þess að við erum kannski bara komin á þann stað í íslenskt samfélag að við þurfum að fara að spyrja okkur, er komin tími til þess að jafna kjör og stöðu og umgjörð þeirra sem vinna með málefnum barna í íslensku samfélagi með sama hætti og við gerðum í jafnréttismálum og málefnum kynjana hér og höfum gert og ná góðum árangri í því. Vegna þess að við sjáum það, fólk slæst ekki þessar stöður. Ef þú auglýsir lögfræðistarf þá sækja 60 manns Það er orðið erfitt að manna skólastjórastöður á Íslandi. Við fáum, það er bara þannig. Það er ekki eins margir sem sækjum þessar stöður og var. Og þá þurfum við að spyrja okkur, og þessi tímamót, þetta gerist ekki á einni nóttu og ekki einum kjarasamningum hjá kennurunum eins og núna, en heilt yfir held ég að þetta séu gatnamótin sem við séum á sem samfélag og við verðum að fara að stíga inn í það og það held ég við munum þurfa að gera og ég hef hugsað þetta mikið núna. Þetta komið aftur upp núna í haust þegar það hafa verið að koma upp ýmsir hræðilegir atburðir sem tengjast börnum og það er oft erfitt að manna stöðurnar sem akkurat eiga að grípa þessi börn. Þetta snýst ekki alltaf peninga sem að ríkið er tilbúið að setja í það sveitarfélögin. Við fáum ekki fagfólkið, við fáum ekki kennarana. Við erum að heyra sögur af kennurum sem er að hætta, veikindatíðni kennara og svo framvegis. Þetta er líka tölfræði sem að lýgur ekki og það er engin kennari sem leikur sér að því að vera alltaf veikur, ekki frekar en barnaverndarstarfsmaður og annað. Þannig að ég held að við séum að komast að einhverjum tímamótum en við megum ekki eingöngu segja, heyrðu, við ætlum bara að vera með gagnadrifna nálgun hérna og svo ætlum við bara að benda á þig að því að þú ert ekki að standa þig, skilurðu. Þú veist, við þurfum líka að lyfta þessum störfum upp og við þurfum að veta þau að verðleikum að því að ef eitthvað þá eru þetta líklega einu störfin sem eru að vinna hér í íslensku samfélagi að byggja framtíð. Það eru þeir sem eru að vinna með kynslóðinni sem að komast upp. Og það skiptir miklu máli að þar sé fagfólk, það skiptir miklu máli að þar sé fólk sem sé ekki að brenna út alla daga og það skiptir miklu máli að þar sé fólk sem að borin er virðing fyrir og við tölum af virðingu. Ég veit ekkert hvort þetta svaraði spurningunni. Nei, ég var alltaf ekkert með spurningu. Nei, þetta er svona hugleiðingar til skiptis. Það er svo við sittum bara í heita pottinum og séum að spjalla. Mér finnst þetta skemmtilegir búndar sem og við erum, ég meina, ég ætla ekki að segja við séum fullkomlega sammála en það er alveg hérna línur sem ég bjóst ekki við að það eru skurðpúntar sem ég bjóst ekki við að það væri fyrir hendi sem ég er ánægður að heyra. Hérna komum okkur í smá vandræði út af því að tíminn er að búin, eða? Ég verða Þú ert fastur hérna. Það er eins og að læsa, hann læsti hurðinni hérna. Það er líka, og eins og segja, þetta er ráðherrastóll og þú veist að það er hérna sterkt lím í ráðherrastólunum. Hérna mér er reyndar aldrei verið mjög andum minn þannig séð, bara ég vil sjá verkefnin ganga. Já, sko, hérna kulnun og það út úr sveit, það var sem alveg gaman að spyrja þessu. Þetta er fyrirbæri, eins og segi, ég er búin að vera að vinna á sambili í 15 ár. Kulnun var eitthvað sem var ekki til fyrir bara smástund út af því við erum að tala um kerfislega þætti, við erum að tala um hvetjandi starfsumhverfi, við erum að tala um eldmóðskvetjandi starfsumhverfi, þar sem þú hefur eldmóð fyrir því sem þú ert að gera. Og kulnun er eiginlega svona andheiti þess og það var fyrir svona, ég langar að segja fyrir svona 6-7 árum, þá kom upp orðið kulnun. Var ekkert fyrir hendi, ef fólk var eitthvað búið á því í vinnunni, þá fór það bara uppsagnarfrestur í 3 mánuði, ég nenni ekki að vinna eina lengur, ég fyrir að finna mér eitthvað annað starf. Í dag heitir þetta kulnun og fólk hættir ekki starfinu, fólk fer í ár eða hálft ár og getur svo komið aftur í smástund og farið aftur í hálft ár, inn og út úr starfi á fullum launum fyrir það að vinna ekki. Þú ert úr sveit, hvað finnst þér almennt um kulnun? Hversu oft, til dæmis, ef við tökum bara svona þína foreldra og foreldra þeirra, hversu oft fóru þau í kulnun? Já, ég ætla nú kannski ekki að vera að tala um foreldra mína hérna í podcastinu. Nei, en ég er að tala bara í sveitinni til dæmis. Ég skal bara segja þér að hérna nú erum við kannski komin út í bara stærri svona vinnumarkaðsfræðileg spjall, tengist kannski ekki beint börnum eða... Já, þetta er líka bara þú veist, ég vil heyra bara Ásmund Einar tala um þetta, frekar en kannski ráðherrann. Sko, ég skal bara segja að hérna, ég er alveg uppið að vinna og vinna mikið með höndunum
og langa daga og ef maður ef maður gerði svo lítið að skella sér á ball á laugardagskvöldi eða eitthvað þá var manni umbunað með því að vekja mann ekki fyrr en 9:00 þannig að þú veist bara, og svo var maður bara þreyttur þann daginn mér finnst álagið að vinna með höndunum miklu minna streituvaldandi heldur en það starf sem ég í núna skilurðu, það, þú veist ég meina, ég hef tekið heiskap þar sem að þú varst að rúlla í 20 klukkutíma, skilur, og svo bara lagður því í 3 og helst svo áfram í 20 eftir það, sko. Þú veist, það er meiri svona líkamleg vinna. Álagið í þessu starfi er allt öðruvísi. Þetta er svona meira streituvaldandi og það held ég sé sambærilegt þegar þú ert kennari eða vinni í umönnunarstörfum og vinna með fólki að... Var þetta mæti svona róst og... Nei, ég meina, skilur, hann er mjög gaman að mæta hérna hjá þér, skilur, það er bara gefandi, sko, og en það er alls konar svona andlegt áreiti sem er ekki með sama hætti ef þú ert bara smiður að smíða með hamri, sko, skilur, mér finnst það besta sem ég veit er bara ef ég er í helgarfrí að það er að geta farið bara að klippa tré eða smíða eða skilur. En finnst þér ekki skrítið að þetta kom allt í hennu fyrir 6 árum og var aldrei fyrir hendi? Jú, en það held ég að stafa einhver liti, já, þannig að þegar heilbrigðisstofnun sem að skilgreinir kulnun en ekki íslensk stjórnvöld. Já, og svo var það vitundarvakning. Jú, en það sem að ég held að sé líka gerast er að einhvern veginn hraðinn, áreitið og allt í samfélaginu í heild sinni er orðið svo ofboðslegt, sko. Ég var nú bara í heitapottinum í gær að tala um þetta við eldri hjón, sko. Það sem við vorum að því ég fer alltaf í sund á hverjum degi og minnst það besta sem ég geri og og við vorum að tala um, ég menna bara allir símarnir, samfélagsmiðlarnir, hraðinn, við erum öll í 3 áhugamálum, við erum öll að útopna og fullu tempói, áreitið er svo svakalegt allstaðar, samfélagslega nándin hefur minnkað alveg svakalega, ég held að við séum bara, ef að ætti að greina eitthvað, þá held ég við séum sko, það er einhvers konar tengslarúf hjá okkur sjálfum og við náungan í gangi, bara mjög víða í samfélaginu og það á, ég menn ef þú tækir mann í minni stöðu og mann í þinni stöðu fyrir 20 árum, ég er sannfærður að það hefur verið meiri félagsleg nánd bara við venjulegt fólk og þetta sjáum við líka hjá börnunum okkar, tölvurnar, símarnir, við gefum okkur minni tíma til þess að setjast niður með börnunum okkar. Kennararnir tala að það sé minna að foreldrarnir sé aðstoða börnin við að lesa heima. Ég heyrði í kennarum daginn sem að gerði svona stutt tékk á bekknum hjá sér hversu margir borðuðu alltaf kvöldmat með fjölskyldunum sinni, það sem sest væri niður. Það var ótrúlega, það var ótrúlega hátt hlutfall sem að gerði það bara ekki reglulega. Þú veist, þannig að þessi litlu atriði sem að skipta okkur svo miklu máli sem manneskjur að ef við ætlum að ná einhvern veginn að snúa svolítið við þessu öllu að þá er þetta lykillinn og lykillinn að árangri í menntakerfinu eru líka foreldrarnir og það verður streita líka hjá kennurunum í samspili við foreldrarnir í þessu efni þannig að þarna segi ég sko skilgreiningin á því hvað er kulnun og eigum við bara harka af okkur og hætti þessu væli. Ég heldur þurfum að fara bara svolítið inn í okkur hvert og eitt okkar sjálf og það segi ég bara ekki sem ráðherra heldur bara, ég menna við erum að prófa núna verkefni sem að ég held að muni skipta miklu máli er foreldrafærni námskeið upp á Akranesi sem verða að prófa núna í samstarfi við menntavísindasvið því vorst að tala þau áðan og stofnunin okkar góðu sem ég var að segja frá. Að þar sem við erum að bjóða upp á foreldrafærni námskeið í öllum skólum á Akranesi og svo ætlum við að mæla árangurinn að því og markmiðið er síðan að geta farið með þetta í alla skóla og það er bara verið að kenna þetta hvernig átt að eiga samskipti við börnin þín, hvað skiptir máli, hvernig átt að gera það, skilurðu? Öll þessi litlu atriði sem að í grunninn eru grunnurinn að stóru atriðunum. Mér finnst það orðið mjög sorglegt að við þurfum foreldranámskeið til þess að ala upp börnin okkar, en ok, Þú nú ætlum ég að koma inn í þetta. Okay. Ég verð að grípa orðið þetta, þú gerst aldrei að. Nei, greinlega ekki. Hjá flestum sveitafélögum á Íslandi, ef þú færðir hund, þá áttu að fara á hundanámskeið. Af því að til þess að skrá hundin. Já, það ekki bara að rakkinn getur bitið fólk á? Nei, það er bara vegna að þú átt að kunna að vinna með hundin og svo framvegis. Ég eða þú fæddumst ekki sem fullkomin foreldri þegar við fæddumst.
ótrúlega mikilvægt sem hlutverk að við erum Nei, ég held reyndar að hvorugur okkar sé algjörlega fullkomin sem grunnur öllu hinu og þetta gagnrýnt námskeið sem við erum að prófa þarna frá Bretlandseyjum sem hefur sýnt alveg ótrúlega arðsemi til lengri tíma af því að það þessi litlu atriði sem skipta svo miklu máli og ein saga vegna þess að það góð vinkona mín sem að var við kennslu og tók sér svo 8 ára hlé og fór að kenna aftur og þegar hún kom tilbaka í kennslu þá sagði hún, veistu það, Ásmundur þetta var sláandi, mist krakkarnir hafa breyst, mist umhverfið hafa breyst. Það sem að mig langar til þess að gera að senda bréf heim til foreldrana og segja, þú átt að eyða klukkutíma með barninu þín á dag. Annarkvort ég að læra heima, fara í sund, spjalla við það, spila, fara út að labba. Vegna þess að ég finn það, þeim líður illa, við erum ekki að tala við þau, en ég get ekki gert þetta en ég sé þetta sem og það snýr ekki aldur eða bakgrunn eða annað. Það jafnvel þeir sem hafa mestar tekjurnar sem sinna börnunum minnst. Já, sko. Og þetta ekki illa meint gagnvart foreldrar landsins. Nei, sko, sko, þú komst þetta mjög feimlega frá hérna kulnunaumræðinni. Þú segir mér bara hvað raunverulega finnst þegar við slökkum upptökunni. Hérna, sko ég sá hérna algjöran ónýtjung daginn að bíða heilsugæslunni þar sem að hann Það ekki til sem algjör ónýtjungur. Jú, þessi maður var algjör ónýtjungur. Hann var í símanum, krakkinn hans var að reyna á athygli allan tíman. Hann var að reyna að sína, pabbi sjá þetta, var að fara í handalhlaup og pabbinn bara hérna Þannig að ég ætla að leiða mér að kalla hann ónýtjung og ég var svo pirraður út í hann. Það býtur mig núna í handabæki og ég var að ræða þetta sko við fólk sem að kenna hnefaleika. Og hann sagði við mig, sko, ég byrjaði bara á því að segja við fólk bara hvað ertu að gera þegar það í símanum fyrir fram barnið sitt. Og ég held að við þurfum að koma til með skömm, við þurfum að skila skömminni tilbaka til þessa fólks sem í símanum fyrir fram barnið sín. Út af því að ég held að foreldrar séu allt of mikið í símanum og ég þar með talin. Þetta bara, þú veist, við erum að spila kassi. Og ég þar með talin líka. Og ég held að við þurfum að skila skömminni. Ég ætla að fara með Ég ætla að búa til nýtt átak sem heitir skilum skömminni, þar sem við förum í þetta. Já. En sko, mér langar að klára hans punktin. Sko, ég fekk spurningu frá hlustenda það hvað finnst að taka síman úr skólanum. Ég held að sé risaskref í rétta átt. Ég kenni úlingum og þar útskýra þau fyrir mér bara ég vil að síminn sé tekinn af mér. Ég veit alveg að skilur, ég ekki með þroskaðan framheila en þau eru með nægilega þroskaðan framheila til þess að vita þetta og ég held að sko, þetta tvennt að foreldrar þurfa að hætta að vera ónýtjungar í símanum fyrir fram að börnin sín og að börnin geta ekki verið í símanum í skólanum. Hvað finnst þér þetta? Mér finnst þú koma vel inn á samspilið á milli heimilins og skólans þarna og ég skal taka þetta með þér alveg hvernig vegna þess að við erum með vinnu í gangi þar sem að við erum að fara yfir og átt að koma með tillögur einmitt núna þessu haustmisseri af því að við ætlum að klára það í vetur líka en svo sprakk stjórnin sem laut að símum í skólum af því að ég held að þetta sé algjörlega tvíþætt eins og þú nefnir við erum með skóla þar sem símar hafa verið bannaðir við erum líka með skólar þar sem hefur verið tekin ákvörðun að setja ofboðsleg takmörk við símanotkun sem hefur verið unnið í samstarfi foreldra, nemendur og aðra. Þannig að það í gangi núna hópur sem ætla að skila mér tillögum núna í þessum eða næsta mánuði hvaða leiðir og hvernig við myndum fara og hvaða leiðir væru bestar í og hvað nágrannalöndin hafa gert og svo framvegis. Almennt svona fyrirfram ég þeirra skoðunar að skynsamlegt sé að takmarka verulega símanotkun í skólunum. Hvernig best að ná því markmiði? Á að gera það með algjöru banni eða á það að gerast með vinnu og samtali skólans við hvert og innan við foreldramengið þar sem að settar eru bara nákvæmlega og strangar reglur. Ég hallast að því að það sé skynsamlegri leið að gera það þannig að hverjum og einum skóla verði gert að setja reglur sem að lúta takmörkun símanotkun í skólanum en jafnframt farið fram samtal við foreldra og fræðsla bæði fyrir nemendur og foreldra sem lúti að því hvaða áhrif þessi mikla símanotkun hefur og hvaða áhrif símanotkun líka á heimilinu hefur og foreldrana eins og þú ert að rekja. Af því að
eitt og sér að banna bara síma í skólum en láta ekki fylgja með fræðsluna og láta ekki fylgja með samtali við foreldrana, þá held ég við náum ekki eins góðum árangri. Og ég held að við munum jafnvel fá ykkur á foreldra og móta okkur líka og það verður eitthvað stríð og annað þvíumlíkt. Af því að það er nefnilega þannig. Og þetta höfum við líka fundið á samtali við nemendurnar og unga fólkið. Af því að sumir gagnrýna það, þú er ekki verið í samtali við ungt fólk. Ég trúi því að ef þú ert í, og ég veit og finn það, að unga fólki sjálft, að það er með svo opbóðslega flottar skoðanir. Það er þannig. Já, nýji. Þau almennt tala fyrir því að þau vilji setja slíka reglur. En þau vilja sé gert í samráði við þau. Það sé ekki eingöngu valdboð ofan. Þau tala líka að þau vilji fræðslu. Og við erum með dæmi erlendis frá, þar sem að eingöngu hefur verið fræðsla fyrir nemendur og það hefur dregið úr símanotkun. Við erum líka með dæmi erlendis frá, þar sem að hefur verið sett algjört símabann, en ekki fylgt með gagnvart foreldrunum. Þannig að blönduð leið af þessu tvennu, skýra reglur í skólunum, hver og einn skóli eigi að vinna skýra reglur. Við myndum samhliða setja á átak og samtal við allra foreldra og við nemendurnar og fræðslu áhrif mikillar símanotkunnar. Það held ég myndi skila bestri niðurstöðu varðandi líðan barnanna og varðandi þessa þætti sem við nefndum. Ég nefnilega, ég geti verið bara í sig svo smittar að vera hnefnilega þjálfur. Þú veist, ef ég fæ úling til mín, þá bara lútir hann mínum vilja og það er ekkert, þú veist, ég er náttúrulega að vinna í kringum aðstæðara sem eru höfuðhögg. Þannig að ég þarf að hafa ákveðna fest. Ég þarf að koma eitthvað til hann í prótín. Já, heyrðu, þú verður að koma til mín í boxið, Þannig að rétta með þess af. Já, nákvæmlega. Heyrðu fyrirgeðu. Ekki stress, þetta er skemmtilegt. En ég einhvern veginn bara hallast því, ég meina, krakkar eru ekki með góðar hugmyndir. Þau eru geta komið með fínar hugmyndir við og við, en þau ekki, krakkar eru klárir, eru ekki gáfaðir. Þau geta verið mjög klárir í einhverjum afmörkuðum sviðum, geta verið sniðug, geta fundið lausnir við ákveðnum efnum. Í breiðu strókunum þegar kemur að einhvers konar stjórnvaldsákvörðun, þá eiga þau ekkert að vera eitthvað mikið inn í myndinni og eitthvað mikið í því að hafa aðkoma því. Ég held bara að krakkar þurfa að vera krakkar. Hugsað þú tilbaka og hugsað bara, vá hvað ég var klár þegar ég var 18 ára. Vá hvað ég var til í að bara fara aftur þegar ég var 18 ára. Það er enginn sem að segja nokkuð tíman að hann hafi verið eitthvað sniðugur 18 ára og ég veit ekki á hverju óskopnum við ætlum að gera ráð fyrir því að krakkar í dag séu eitthvað öðru sem við vorum. Ég held að krakkar séu bara ekki það sniður. Ég held að krakkar þurfi bara ákveðna festu, þurfa aga, þurfa umgjörð. Þeir þurfa að mótaðast af einhverju sem að við setjum þeim fyrir hendur. Það að ætla að fara að segja þeim eitthvað, hvað finnst þér þetta hérna símabann, er það í lagi þín vegna? Við höfum bara að vera með smá festu, þetta eru krakkar, þetta eru 16 ára krakkar, sérstaklega þegar við erum komin í grunnskólana, sem að eru ekkert með neitt voðalega sniðugar hugmyndir það hvernig við höfum að stýra samfélaginu. Og það að við einhvern veginn erum búin að setja þetta í þeirra hendur er nákvæmlega ástæðan fyrir því að það er svona mikið agaleysi. Þú miskilur mig, vegna þess að þegar ég tala að setja reglur, að þá er það miklu betur fallið til þess að það er þegar þú innleiðir slíkar reglur, þegar þú útfærir þær innan hver skóla, þá er það miklu betur fallið að það sé gert í samtali við nemendurnar, samtali við foreldrana, þannig að það myndist líka vinna á milli heimilis og skóla hvað þetta snertir og þar áttu að eiga samtal bæði við foreldrana og bæði við börnin vegna þess að þau eru mjög oft með góðar hugmyndir af því hvernig sé betra að útfæra hlutin og gera þá aðeins öðruvísi þannig að þeir virki betur. Já, ég veit alveg. En það er þannig að sjálfsögðu eiga stjórnvöld að taka ákvarðanir hvernig hlutum á að vera háttað en innleiðing hluta, ég er bara þannig gerður og ég hef bara séð það í því sem ég hef verið að vinnað að ef þú getur átt samtal og samvinnu við þá sem að ákvörðunin varðar hvort sem eru börn eða fullorðnir, þá eru meiri líkur og nái árangri. Þetta er bara svo að við myndum koma okkur sameiginlega einhverja reglur og við erum að gera það saman, skilurðu, þá eru meiri líkur og árangri hvað það snertir. En þú getur sett umboðið, nú eiga allir að gera það með einhverjum hætti ákveðin rammi, en það til þess að ná samspilinu heim, til þess að ná samtalinu heim og þessu samspili milli heimils og skóla, vegna þess að ég get ekki sett valdboð það að börn ekki verið í símanum þegar koma heim til sín. Eina leiðin er samtalið þarna á milli, skilurðu, og að ná að virkja það og það er áskorun hvernig þú gerir það og það gerir ekki nema með samvinnu. Það er alveg sama og það er ég búin að læra síðan ég byrjaði á Alþingi. Það er ofboðslega löng vegalengd úr ræðustól Alþingis niður í raunverulega breytingar. Það er ofboðslega auðvelt að segja
og mér finnst ég oft heyra það í pólitískri umræðu viðkvæma málaflokka. Akkur þetta ekki bara gert svona og bara ákveða þetta og gera þetta svona? Ég þannig. Og svo bara á morgun tekur þetta gildi og ekkert kjaftaði, bless. Alveg frábært. En svo bara tekur raunveruleikin við. Svo bara tekur við hvernig þú ætlar að ná að láta það verða veruleika niður í feltinu. Vegalengdin ofboðslega löng og ræðustóla Alþingis niður í feltið. Og það sem færi mig til þess að trúa því og minn flokk og mig bara sérstaklega að samvinna, samtal ólíkra aðila, það hreyfir okkur hraðar áfram heldur en ákvarðanir sem teknar eru eingöngu á toppnum. Af því að maður búin að sjá svo oft, við erum svo ofboðslega góð í því að setja stefnur, setja áætlanir og við ætlum að gera svona. En við erum svo ofboðslega vond í því að innleiða það. Af því að þá kemur að þessu, við erum svo miklir Íslendingar, sko. Við erum helst að hanna húsið þegar við byggjum það og við viljum helst vera flutt inn í það og flutt úr því helst áður en við flytjum inn í það, sko. Þú veist, við erum svo ofboðslega vond í þessari, við erum ekki nógu góð í þessari langtíma hugsun og hvernig við vinnum að því þegar við erum að vinna í upphafi að við þurfum að innleiða hlutina líka og þolinmæðin sem fylgir því. Þú veist, bara, og það á við á öllum sviðum. Ég meina, ég hef mikið verið spurður, svo ég vaður einu í annað, ég hef mikið verið spurður, akkur tekur svona, akkur ekki bara hægt að setja samrænt námsmat í öllum greinum næsta haust. Það vegna þess að við viljum þróa það með hverjum og þróa það með skólum, við erum farin í 20 skóla fyrst, hvernig nýtist það ekki, hvað þarf að gera breytingar, hvernig myndum við meta það, fara svo í alla skólana og það sama á við annað, vegna þess að við viljum ekki segja, nú bara gerum við þetta svona og það bara ákveðið hérna, ég heiti herra Lukashenko og ég ætla bara að gera þetta svona og haldið í kjafti. Þú veist, það bara virkar ekki nefnum á ákveðnu marki vegna þess að þú verður að fá fólk með þér og það er það sem ég hef sannfærst að skiptir máli. Talandi að fá fólk með sér, styðurðu kennaraverkfallið? Ég hef sagt það þar að við erum það flókin staða uppi þegar kemur að því vegna þess að þú ert með samninga sem hafa verið flókið? Já, nei, þú ert með samninga sem hafa verið gerðir á almennum vinnumarkaði. Það eru búið að gera samninga við hluta af opinbera markaðnum. Við vorum að tala um það að kennarar ættu að vera Já, og ég ætla að taka það núna eftir. Þannig að ef að þú gerir samninga þarna sem eru umfram hitt að þá ertu búin að setja aðra kjarasamninga upp. Þá það félagar þeirra brjálaðir. Já, en það bara, ég meina, það liggur bara þannig hérna. Ég fór á þingbíðis, ég ætla að skjóta henni, ég fór á þingbíðis núna fyrir örskömmu og það einmitt, sko, við stöndum með kennurum, við stöndum með ASÍ, við stöndum með starfsgreinasambandinu, en svo náttúrulega þegar kemur þetta en þá stendur enginn með neini í þessu út af því að það má enginn fá meira en hinn. En þess vegna, að þegar við horfum síðan á álagið, þegar við horfum á veikindahlutvöllin og þessa þætti sem að og verðmætin og börnin að þess vegna held ég við séum komin á þann tímapunkt að við þurfum að fara að meta meira verðleikum störf þeirra sem vinna með börnum og þá á það við kennarana þannig að ég myndi styðja það að við næðum einhvern veginn sem samfélag að virða þá sem vinna með börnum meira bæði fjárhagslega en ég held að skipti ekki síður máli og ég hef fundið það á samtölu mínum við forystu kennarahreyfingarinnar að aðgerðirnar sem við höfum verið að vinna að frumvörpin sem liggja fyrir þinginu, stórefling námsgagnaútgáfu og breytingar þar, matsferillin, skólaþjónustu og inngilding af því að það er verið að tala um aukinn fjölda barna með erlendan tungumál og menningabakgrunn og hvernig ætlar að þjónusta það. Þetta eru tæki og verkfæri sem við erum búin að vinna með þessu sama fólki að því að á að geta aðstoða við að draga úr veikindálagi, draga úr streitu, draga úr því sem að viðskiptaráð hefur verið að benda á að verði gert með því að auka kennsluskylduna vegna þess að ég held að það sé ekki lausnin. Ef þú eykur kennsluskylduna á þennan hóp sem að ég skil gagnvart fjárhagslegu tilliti þá þú verður að taka utanum af hverju þessi veikinda, af hverju þetta gerast sem þarna að gerast í skólakerfinu. Þú getur ekki gert það bara með því að setja hnefa á móti hnefa og segja bara hætti þessu væli og farið að vinna, sko. Finnst þér allt sem að viðskiptaráð hefur bent á vera til, hvað ég að segja, vera ekki til betrunar? Heldur það sé allt slæmt sem að viðskiptaráð sé búin að benda á Morgunblaðið undanfarið? Ég er náttúrulega bara að vera að vinna í þessi 2 ár, sko. Nei, mér finnst þessi umræða á marganhátt hafa verið mjög góð vegna þess að til að mynda varðandi gagnamál, til að mynda ég er
Ég er óbúslega gagnadrifin í allri hugsun, en mér hefur fundist, þannig að allt sem lítur á því finnst mér bara skynsamlegt, en mér hefur fundist á stundum menn vera að tala að það séu einfaldar lausnir við flóknum áskorunum. Og það sjáum við í frumvörpunum sem við erum búin að vera að vinna og liggja fyrir þinginu og ég hef svo sannarlega trú á því að verði til þess að gera breytingar, en munu þær breytingar mæla strax á næsta ári? Nei, þetta er langtíma breytingar. Ég hef sannarlega trú að þær munu skila árangri og mér finnst umræðan oft vera svo að það sé bara eitthvað eitt sem hægt sé að gera og þá verður þetta allt í góðu. Og það finnst mér ekki góð umræða, það finnst mér ekki skynsamleg umræða og hún er ekki til þess fallin að auka virðingu á þessum störfum þeirra sem vinna með börnum í samfélaginu. Hérna við förum að ljúka þessu. Endum þetta á ég ætla að fara að taka upp bjórleikin aftur. Ég hef búin að gleyma honum en svo var einhver hlustendur sem nefndi það við mig að hann vildi fá bjórleikin aftur. Hvernig var hann aftur? Hann er þannig að þú ert á leiðinni í partí og þú fara að taka eina manneski með þér og þetta er heljarinni fyllir í. Þú ert að velja með tveggja einstaklinga. Bjarni Ben eða Kristrún Frosta? Ég myndi taka Bjarna. Já. Ég hef drukkið með honum og það er gaman að drekka með honum. Ég hef ekki drukkið með Kristrún, ég tæki ekki að hann séns. Allavega hvað partí ég var þar. En? Þú ætlar að segja eitthvað meira? En ég þyrfti kannski að prófa að fá mig bjór með Kristrúnu. Já. Hver veit hvað gerist? Hver veit hvað gerist? Sólveig Anna eða Ingo Viðguð? Hvorugu þeirra hef ég nú drukkið bjór með. Já. Verði ég að svara svo bara eitt fyrir bingo? Já, svona, þú mátt hugsa þér smá. Já. Ég tæki Sólveigu. Sólveiginu? Já. Hún er svo mikið rebel. Já. Ég held að það sé gaman að drekka bjór með henni. Gunnar Smári eða Inga Sæland? Er menningin að syngja í þessu partíi? Nei. Að þátt ekki Gunnar Smára. Já. Ég tæki Ingu ef það ætti að syngja. Já. Hún er svo mikið söngkona. Já. Nei, Gunnar Smári er hann ekki löngorðin þurr. Já, ég tæki Ingu allan daginn. Gunnar Smári hætti að drekka fyrir mörgum árum. Já. Inga. Já. Gunnar Smári eða Sanna í sósíalistaflokknum? Það hlýtur þá að vera eins. Sanna hlýtur að fá sér bjór. Það er leiðilegt að taka eitthvað með sér í partí sem drekkur ekki bjór. Sigmundur ekki bjór? Nei, sagði ekki Gunnar Smári eða Sanna? Nei, sagði Gunnar Smári, ég meinti Sigmundur eða Sanna. Já, Sigmundur eða Sanna. Sigmundur er nú kongur bjórsins, ég fær alltaf með honum. Já. Hvernig er það? Ef þið farið í ríkisstjórn, heldurðu að ef miðflokkurinn kemur vel út og þið kemur þokkalega út, gæti Sigurður Ingi og Sigmundur grafið öxuna? Ég held að þetta mun alltaf snúast málefni, sko. Mér finnst miðflokkurinn komin alveg ofboðslega langt til hægri og nýjustu vendingar með ég hef nú sittið í ríkisstjórn með Sigríði Andersen, svo ágæta kona. Hún er mjög langt til hægri og flokkurinn er að fara alveg svakalega langt til hægri. Þannig að það held ég yrði alveg áskorun, sko. Alveg eins og ég held að það yrði áskorun að starfa með sósíalistaflokknum lengst til vinstri. En ég held að það verði bara komið ljós eftir kosningarnar. Ég held að það er erfitt hjá Framsókn að starfa með allra ysta jaðrinum til vinstri og allra ysta jaðrinum til hægri, vegna þess að ég bara trúi því að samvinna tegi fólk og tengi fólk saman. Mér hefur oft fundist í þessu stjórnarsamstarfi sem hefur verið til hægri og vinstri, það gengið vel. Það hafa líka alveg verið áskoranir, en það er fullt af málum sem hafa gengið vel, skilurðu, það sem ég hef get unnið. Ég meina, við erum að keyra ofboðslega stóra breytingar í málefnum barna, sem eru ný farsældarlög, sem eru að vinna því að stíga fyrr inn í og svo framvegis. Það hef ég unnið og bara átt gott samstarf bæði við Bjarna Benediktsson og Katrínu Jakobsdóttur undirbúning þeirra, innleiðingu þeirra og svo framvegis. En eftir þess að fyrir lengur út á jaðarinn til vinstri, eftir þess að fyrir lengur út á jaðarinn til hægri, að þá verður það flóknara. Þannig að við erum miðjuflokkur, við erum atvinnudrifin flokkur, en við viljum öflugt velferðarkerfi sem að ég hef stundu sagt þetta svoleiðis að Framsóknarflokkurinn stígur aðeins til hægri í atvinnumálunum og aðeins til vinstri í velferðarmálunum. Við vitum að þetta tengist allt saman og þess vegna eftir þess að fyrir lengur út á jaðrana þá verður það meira áskorun. Er búið að ræða kjördæmin hjá ykkur? Nei, það klárast núna helgina. Ok, hvar verður þú? Ég reikna bara með því að verða áfram í því kjördæmi sem ég var. Reykjavík Norður. Gerum mig grein fyrir því að það er brekka en finn það líka að málin og verkefnin sem að voru komin á stað, ég hef alveg hugsað það hvort að ég ætla að vera í stjórnmálum til eilíðar, sko. Ég hætti það síðast þegar við ræddum saman með, sko. Já, ég hætti 2016 og byrjaði aftur 2017. Ég brenn ofboðslega fyrir málefni barna og þau mál
ég brenn fyrir þessar aðgerðir sem við erum nánast tilbúin með á teikniborðinu, ekki nánast, bara risastór frumvarp við rætt hérna í menntamálunum, úrræðunum sem ég ætla að reyna að koma þannig fyrir að verði bara lagabreytingarnar eftir fyrir kosningarnar og fleira sem tengist þessum málum, þannig að mér hefði svo langa til þess að klára þetta en þannig að ég finna að mér langar að fylgja þeim eftir og fara inn í kosningarna núna en þetta ekki starf sem einhver á að vinna til eilíðar, það þannig en ég finn það núna að mér langar til þess að fylgja þessu eftir og það algjörlega einlæglega sagt og hef líka fundið símtöl síðustu daga þar sem að hef verið hvattur til þess að því að ég finn það líka að mér finnst pólitíkin stundum vera að tala að rífa þetta upp úr þessum samvinnugýr, rífa þetta upp úr þessum gýr þar sem við höfum verið að vinna stóra breytingar sem eru að komast til framkvæmda og ætla að fara í patentlausnir og ég hræddur við það. Já, heldur að þið verðið svona afleið sem spornar við þessari svona pólun og fleira þvímlíkt í svona stjórnmálunum. Maður finnur alveg fyrir því, sko, stjórnmálun verða til hægri á næsta árum, sko. Ég held að það sé nánast óumflýjanlegt. Sko, já og nei, sko. Ég meina, þú horfir á, Þú horfir á samfélkinu til dæmis, það draga sig hans til hægri. Það virðist vera þannig í stjórnmálunum að það bara, þeir valdhafar sem hafa verið fá útreið, þú getur hort á Bretland. Þar var nú aldeilis vinstri sveifla síðast. Nei, Reform UK var bara það sem tók íhald. Jú, en þeir fengu færri atkvæði heldur en Corbyn fékk í kosningunum undan. Jú, það var ekki vinstri. En það virðist vera þannig að þetta sé óbáslega svona. Það vinstri stjórn, það visslega. Já, en hann færi mjög illa að vera núna kosið, sko. Þannig að það eru svona sveiflur í þessu og en ég trúi því bara ef við raunverulega viljum koma á breytingu þá þarf það að gerast með samvinnu, það þarf að gerast og það engan veginn þannig að ef þú vinnur með fólki að þá þurfur að gefa afslátt af því að geta komið góðum stefnumálum áfram, semst að geta keyrt mál áfram og svo framvegis. Það eiginlega meiri líkur að þú getur það með samstarf og samvinnu og það hef ég fundið og þannig bara horfi ég á lífið, sko. En hvað veist þér að þetta gera í útlendingamálunum? Sko, það sem að ég var mjög ánægður með var svo heildarsýn sem að ríkisstjórnin teiknaði upp í útlendingamálunum. Varstu ánægður með seinna frumvarpið? Og búsetúrræði? Það sem að var teiknað upp þarna var heildarsýn í útlendingamálum, þar sem voru ákveðin frumvörp sem við ætluðum að koma með. Við ætluðum líka að ráðast í inngildingu af miklu markvissar afli og erum með núna hluta til fjármagn inn í það fyrir næsta ár sem við erum að byrja að undirbúa og erum að meðal annars að hefja verkefni núna sem miðar að því að samhæfa móttöku barna með erlenda tungumál og menningabakgrunn sem þessi ágæta þjónustustofnun Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sinnir sem algjörlega lykilatriði. Nú hún að kalla eftir öllu sem að gerast í öllu sveitarfélögum og ég að byrja hitt og ætlum að samhæfa það. Það var hluti af þessari heildarsýn. Þannig að samstarfi þarna á milli var mjög mikilvægt. Ég átti mjög góðu samstarfi bæði við félagsmálaráðuneyti og dómsmálaráðuneyti við að forma þessa heildarsýn, þannig að það voru aðalega þessi 3 ráðuneyti, mennta- og barnafélags og dóms. Eftir að við stigum þá braut, þá gerðum við ráð fyrir ákveðni áætlun í því hvernig við sæjum kostnað við útlendingamálin minnka. Það hefur algjörlega gengið eftir. Við erum í rauninni á betri stað núna heldur en svo áætlun í þeirri heildarsýn gerði ráð fyrir. Þannig að mér fannst mjög skrítið að sprengja ríkisstjórnina á þessu máli að við hefum ekki náð því vegna þess að við vorum á góðu trakki með það. Ég var tilbúin til þess og mitt ráðuneyti vann mjög þétt með dómsmálaráðuneytinu að frumvarpinu sem var væntanlegt. Þannig að ég var tilbúin í það líka vegna þess að við vorum að vinna þessari heildarsýn. Þannig að það það sem að ég bara þykist vita að næsta ríkisstjórn mun gera líka vegna þess að þetta var komið á gott trakk, það var búið að mynda samstöðu það og því hefði ég gjarnan vilja fylgja eftir að því við vorum byrjuð að sjá tölfræðilegan árangur í fjárhagslegan af því og ég þykist vita að það muni bara koma betur í ljós á næstu vikum og mánuði. Þetta verður áhugavert. Ég ætla að spyrja hann landamærin, þú ert það sem heitir, kvöldum að í bóksinu Saved by the Bell út af því ég þarf að fara að hleypa þér út. En já, þetta verður áhugavert, sko, sérstaklega 5. nóvember, sko, þegar En stóra málið í útlendingamálunum það að við erum að verða komið með 20 til 30% íbúa hér af erlendum tungumál og menningargrunni.
menningabakgrunn, við erum komið ótrúlega stór hlutfall af börnum með erlenda tungumál og menningabakgrunn og við munum þurfa að stíga miklu fastar þar inn á næstu árum. Til að þetta sé áhyggjefni eins og miðflokkurinn leggja áherslu á? Það snýr ekki eingöngu að hælisleitendum og flóttafólki. Nei. Það snýr að því að við erum komið ofboðslega mikið af fólki hérna sem að atvinnulífið hefur þurft á að halda, samfélagið þarf á að halda og við munum þurfa fleiri. En telur þetta sé einhvers konar áhyggjefni gagnvart menningabakgrunn Íslendinga? Ég tel að það sé áhyggjefni hvað okkur gengur samkvæmt allri tölfræði, þá þurfum við að stíga miklu fasta niður gagnvart þessum börnum heldur en við höfum verið að gera. Og það mun þurfa að gera það með fjármagni. Það mun þurfa að forgangsraða fjármagni ríkis og sveitarfélaga á næstu árum í að sinna þessum börnum, aðstoða þau við tungumálanám, vera aukin námsgögn, aðstoð við að aðlagast félagslega íþróttum og öðru slíku, en við munum líka þurfa að stíga inn með árangursmælingar, hvað að virka, hvað ekki að virka og verkefni sem við erum núna keyrin í miðstöð menntunar og skólaþjónustu miðar að því að skapa grunninn fyrir það. Vegna þess að við viljum heldur ekki bara henda fjármagnið þarna inn og fá ekki árangur. Þannig að ég tel, já, við þurfum að stíga miklu fastar þarna inn en fókusinn mætti vera meiri á þessi börn og hvernig menn sjá fyrir sér að efla stöðu þeirra í samfélaginu en minna á landamærin vegna þess að það er miklu auðveldar að vera í þeirra umræðu, það er miklu flóknara hvernig þú ætlar að aðlaga börnin í íslensku samfélagi, aðstoða þau við það og mér hefur fundist minna svör þar hjá þeim sem hafa haft hæst. Þar hafið það, sérstaklega þú Kristrún, þú heyrðir þetta ódulda blikk þannig með fjármögnunina, Ásmundur Einar til í spjall. Ég var til í bjór. Til í bjór líka og líka ríkisstjórn. Takk aðeinslega fyrir að koma. Þetta var alveg mjög skemmtilegt. Þetta var hressandi, sérstaklega í byrjun, en það ekki? Það er bara allt saman. Glæsilegt. Ég kem bara aftur til næstu viku. Nákvæmlega, höfum þetta vikulegt bara. Heyrðu, þú hefur gott. Takk fyrir að koma, gangið vel. Takk.